töluvert miklu og oft geta ráðgjafar vissulega aðstoða við það. En svo þarf vissa áræðni og áræðnin hún er alveg gríðarlega mikilvæg og við sjáum víða í atvinnulífinu að það er ekki endilega hámenntaða fólki sem að gera það gott. Það má horfa í brugghús sem eru að dúkka upp við á landsbyggðinni, það er engin háskólamenntun þar á bakvið. Eða það má líka segja að byggja upp þessa bryggjustarfsemi og aðstöðu í Grundarfirði fyrir skemmtiferðaskip, það út af fyrir sig viss áræðni, en hún byggir á þekkingu. Nú við skulum þá aðeins skoða hlutverk sveitarfélaga í þessu sambandi. Það ætti fyrst og fremst að vera það að skapa aðstæður fyrir aðra til athafna. Það er eflaust oft verið að reyna að fá aðstoð og aðkomu sveitarfélaga að málum en það er bara eiginlega ekki hægt. Það er bara lög sveitarfélag setja mönnum ansi mikla annmarka í því sambandi. En það er samt þannig að það er alveg gríðarlega mikilvægt að vera með stefnumótunar vinnu stöðugt í gangi hjá sveitarfélögum, ekki síður en í fyrirtækjum. Og það hefur sýnt sig að það er yfirleitt alltaf til góðs. Og það þarf upplýsingar til þess að náttúrulega stefnumótunar vinnan geti átt sér stað og verið árangursrík, upplýsingar innanfrá og líka utanfrá, frá ráðgjöfum. Nú það þarf að hafa auðvitað rétt að sýn á hlutina en samt þarf að vera mikil raunsæi í málum. Það er til dæmis sagt að segja til dæmis málefni Helguvíkur í Reykjanesbæ að það hafi ekki verið mikil raunsækni í þeirri uppbyggingu eða menn fóru aðeins fram úr sjálfum sér þar. En engu að síður stefnumótun þar uppbyggingu iðnaðarsvæðis og það mjög stórs iðnaðarsvæðis er kannski ekki alveg akkurat kannski rétt á þessum stað. Nú ég vil taka hérna að benda á tvennt sem við höfum verið að vinna svolítið fyrir sveitarfélögin sem hefur nýst þeim virkilega til þess að svona sjá hvað þeir hafa í höndunum, og það er til dæmis umhverfis- og auðlindastefna sem við höfum unnið þetta fyrst fyrir Grindavíkurbæ fyrir nokkrum árum síðan og þar voru menn til dæmis ekki að átta sig á því að saltfisksafnið í Grindavík væri auðlind og menn voru alltaf að horfa bara á orkuna en það er ekki rétt, það verður að horfa á þessi mál frá miklu víðara sjónarhorni. Nú svo höfum við líka verið að vinna innviðagreiningar og núna síðast, allan svo í Muni, var það fyrir Vesturbyggð þarna á syðrihluta Vestfjarðakjálkans en það einfaldlega vegna þeirra uppbyggingar sem þar á sér stað í tengslum við fiskeldi og kalkþörunga vinnslu og þrengsl mikil og þá þarf maður að vita náttúrulega hvaða innviðir eru til staðar og hvað er hægt að gera í raun hvar og ein hugmynd þar og er að byggja bara hreinlega iðnaðarsvæði fyrir þessa starfsemi ekki í þorpinu heldur á öðrum stað handan fjarðarins. En þar kom í ljós að voru ágætis aðstæður fyrir hendi. Nú, ég hef oft rekið mig á það að það kannski mætti greina betur tækifærin. Það eru meðal íbúa og rekstraraðila fyrirtækja í öllum sveitarfélögum eru aðilar með hugmyndir að einhverju en þeir lúra á þeim. Og það þarf að skapa vettvang til þess að
fólk til þess að ræða sínar hugmyndir og opna sig aðeins. Þetta getur bara hreinlega verið alveg bráðsnjallar uppfinningar eða eitthvað ennþá praktískara. Og ég er svo sérkennilegt að fólki sem ræðir það veit að það getur farið og talað við nýsköpunarmiðstöð. Það veit það og það veit að það getur hringt í einhvern ráðgjafa, en það bara gerir það ekki. Það er eins og að þurfi að opna samtalið eiginlega hjá þeim eða mjög nálægt þeim í heimabyggð. En síðan er líka fræðsla og samtal sem getur átt í stað utanfrá. Það er að segja að sveitarfélagið athugi hvort það séu tækifæri einhvers staðar utan sveitarfélagsins sem má þá nýta og draga inn einhver uppbygging. Og þar geta ráðgjafar komið inn í. Og það er nú bara þannig að oft geta nú lítil verkefni vaxið og það þarf kannski ekki að byrja stórt. Og þá komum við að markaðssetningunni sem er gríðarlega mikilvæg. Og sveitarfélag þurfa náttúrulega að markaðssetja sig alveg eins og hvert annað fyrirtæki sem er að reyna að selja einhverja þjónustu eða vöru. Og gaman að segja ykkur frá því hvað er að gerast í Þorlákshöfn, til dæmis sveitarfélaginu Ölfusi núna þessi árin. En það sveitarfélag fór í alveg gríðarlega mikla stefnumótunarvinnu fyrir nokkrum árum sem leiddi til þess að þeir ætluðu sér að vera framalega og fyrst og fremst horfa á hafnarstarfsemi og matvæla tengda iðnaðarstarfsemi í þeirra iðngörðum. Og það er að raungerast. Núna er gríðarleg uppbygging á fiskeldi á landi þar að eiga sér stað, líklegast í fyrsta fasa bara 35–40.000 tonn og þetta getur orðið umtalsvert meira, alveg þess vegna fleiri 100.000 tonn. Því aðstæður eru einstaklega góðar. Nú þarna er í undirbúningi líka að byggja algjörlega nýtt svínabú, eitt stærsta svínabú á Íslandi. Og þarna eru aðra líka að horfa til þess að reisa stór gróðurhús fyrir ræktun og tómyndum og svo framvegis. Og þetta er fyrst og fremst tilkomið vegna stefnunar og stefnan sagði til dæmis það að það ætti að draga að Þorlákshöfn fyrirtæki sem væri tilbúið að vera í ferjurekstri, þar að segja fyrst og fremst með vörur, ró-kerfi, þar að segja keyra inn og keyra út. Þetta var greining sem leiddi þetta í ljós og nú eru hvorki meira en minna en 2 ferjur sem leggja þarna upp í hverju viku og nánast allir bílar sem koma til landsins koma núna með þessum ferjum. Þannig að svona stefnumótin getur breytt miklu og það sem er núna að gerast á svæðinu líka, sem ég ætla nú aðeins að koma inn á eftir, það eru orkuskiptin en það eru áformum að byggja á svæðinu gríðarlega mikla vetnisverksmiðju sem mun flytja vetnið til stóra vaxandi markaða. En það eru fleiri sveitarfélög sem hafa farið í gegnum ýmsa góða stefnumótun og líka innan á Vesturlandi og án sem ég þekki það, en það hlýtur að vera svoleiðis því að Grundarfjörður hefur örugglega hugsað mikið út í ferðamennina og þessa aðstöðu fyrir skipin og að fá fólkið inn í bæinn og svo skipulag á öllum ferðum og nýtingu þjóðgarðsins, Snæfellsnes þjóðgarðsins í það. Þannig að stefnumótun er eiginlega alveg svakalega mikilvæg í þessu sambandi. Og hér er ég með vindmyllu og þurrkaðan þorskhaus. Og þetta er svona táknum breytingar sem gætu verið að verða núna og eru gríðarleg tækifæri fyrir Ísland.
En það ekki bara þessi atriði sem ég kem inn á eftir heldur, ég ætlaði fyrst að ræða sjálfvirknivæðinguna. Við sjáum það hjá Eflu að það gríðarleg vakning og áhugi fyrir sjálfvirknivæðingu í öllum iðnaði. Og það meiri sé að aðilar núna farnir að horfa að spyrjast fyrir sjálfkeyrandi bíla, farþegaflutninga og það mun ýmislegt gott gerast eða kannski ekki gott, maður veit það ekki en ýmislegt gerast núna næstu 10 árum í þessu sambandi. Og þetta hefur áhrif allstaðar á Íslandi. Og sjálfvirknivæðingin og þessi tæknivæðing sem orðin og við höfum verið að kynnast núna á COVID-tímum með þessi samskiptimál, það verið til dæmis að það eru vélaverkfræðingar hér inni hjá okkur sem að leiðbeina vélstjórum ykkur mál og þeir vegna ykkur róbóts ykkur staðar og það ekkert verið á staðnum. Það engin ferðarkostnaður, það engin tími skráður á þetta nema kannski örstutt í þetta samtal. Og það bara verið með viðfangsefnið í tækinu og það bara verið að horfa á þessar skrúfur og þessa kapla og segja losa þetta og færa þetta. Þetta mikil breyting sem að verða og sveitarfélögin verða að fylgjast vel með þessu alveg eins og iðnaðurinn. Iðnaðurinn að gera það. Ég veit ekki hvort að sveitarfélögin séu mikið að horfa í þetta. En þetta gæti lækkað töluvert ýmsan kostnað frá því í dag. Jafnvel skapað tækifæri en líka verið viss ógnun í þessu sambandi. Ég vil líka nefna lífstílsbreytingar og svona hegðunarmynstur manna, hvernig það að breytast. Ég get sagt ykkur til dæmis frá því að hér í mötuneytinu hjá okkur hérna niðri eru 30 og rúmlega 30% af starfsmenn kjósa að borða vegan mat umfram kjöt og þetta hafði enginn ímyndað sér fyrir bara 1 ári síðan og þessi lífstílsbreyting það náttúrulega gríðarlegt átak hjá landlæknisembættinu sem að örugglega að hríslast inn í sveitarfélögin líka með ýmissi aðstöðu og átaki til útivistar og þetta gæti breytt töluverðu held ég fyrir landsbyggðina og gert landsbyggðina mjög aðlaðandi fyrir íbúa að eiga heima og ég get sagt ykkur sem dæmi og það tengist nú næsta leið sem á orkuskiptin að ég sjálfur bý í 90 km fjarlægð frá vinnustaðnum mínum og það í Laugarás í Biskupstungum. Ég flutti þangað úr Reykjavík 101 til þess að gera tilraun á sjálfur mér og fjölskyldunni minni í 2 ár og það endaði með því að við vildum ekki flytja tilbaka. Við áttuðum okkur á gæðum dreifbýlisins og náttúrunnar og það svo stutt síðan að maðurinn kom úr þessu umhverfi inn í borgirnar og það blundar ennþá í honum þörfin fyrir þetta græna, þörfin fyrir víðsýni og það þess vegna sem við erum að reyna að búa til svona umhverfi í borgarumhverfi með grænum görðum, jafnvel almenningsgörðum og skipuleggja byggðina þannig að fólk geti aðeins séð frá sér. En það ekki verið að uppfylla í raun alveg þarfirnar og þess vegna fer fólk í frí, þess vegna fer fólk út fyrir borgina í bíltúr. Og ég held að það væri mjög áhugaverð tilraun eða væri hægt að fá fólk til að búa, gera tilraun að búa í einhverjum sveitarfélögum tíma og svo gæti það bara farið aftur til síns heima ef það líka eða ekki. En ég get lofað ykkur því að það eru mjög margir ef ekki allir sem myndu verða eftir ef þetta lukkast vel. Nú síðan það með orkuskiptin að þegar ég var fluttur í sveitina þá fékk ég mér rafmagnsbíl og það kostar 268 krónur rafmagnsleiðslan fyrir mig til þess að ég komist til Reykjavíkur. Og ég svo heppinn að ég get notað aksturstíman sem vinnutíma, ég þá í símanum.
yfirleitt á morgnan í samskiptum við útlönd og svo eftir hátíð seinnipartinn í samskiptum við Íslendinga. Því að þeir eru svo, getum sagt, óagaðir að maður getur hringt í hvern og einasta Íslending í GSM-símanúmer eftir vinnu, eftir almennan vinnudag, þar að segja milli 5 og 6, sem er kannski ekki það besta. En orkuskiptin eru gríðarleg tækifæri fyrir sveitarfélög landsins og nú þekki ég ekki alveg nógu vel til aðstæðna hjá ykkur en ég veit að í Dölunum eru mikil áform og ég þekki náttúrulega aðeins til svæðisins sem að kennt við Mýrarnar, þar er gríðarlegt flatlendi og vítt og töluvert langt í fjöll, þannig að maður geti ímyndað sér að þar væri hægt að vera með vindorkugarða, en það þarf að fara varlega í þessum efnum og gæta að þessum sýnileika en þetta er virkilegt tækifæri og það sem við munum sjá núna á Íslandi á næstu 20 árum er væntanlega uppbygging á vindorkugörðum sem geta framleitt 4.000, jafnvel 5.000 megawatt og það er töluvert mikið meira heldur en framleitt er á öllu Íslandi í dag af raforku. Og þessi raforka, hún fer að megninu til, ef ekki öll, í framleiðslu á vetni. Og vetninu verður breytt í ammoniak til þess að sé hægt að flytja það út með hagkvæmum hætti eða þá að það verður kælt niður og með súperkælingu og komið í fljótandi form. Þetta er að gerast núna og það liggja fyrir hjá 4. rammaáætlun verkefni óskir líklegast 3.600 megawatt í vindafli. Og þetta er náttúrulega víða landið og mun nýtast til þess að útvega nálægum aðilum þá hagkvæmt eldsneyti, vetni sem gas eða þá ammoniak inn á stóru vélarnar og þetta gæti bara breytt miklu vegna þess að þar sem eldsneytið er á góðum verðum og hagstætt, þar vilja menn vera því að eldsneytið er gríðarlega mikilvægt í okkar daglegum umsvifum. Það er fáir sem trúa því en árið 2040 til 45 verða líklega 80% af öllum kaupskipum heimsins að keyra á ammoniaki og togararnir líka. Allar vélar sem eru 2,5 megawatt eða stærri munu fara yfir á ammoniak. Svo segja spámenn í þessum geira og varðandi flutningaskipin þá eru þessar upplýsingar frá Alþjóða siglingamálastofnuninni í London. Það þýðir að ef maður er með skip sem að er úti á sjó í nokkra daga, hvað þá vikur, þá verður það skip að fara á eldsneyti sem að hentar fyrir þessa útiveru og ef það á að vera grænt og hreint eldsneyti þá er það helst metanól, vetnisafurðir af ýmsu tagi eða olía, lífdísill sem gæti verið unnin úr repju og tilraunir eru í gangi með það og rannsóknir en það er svona líklegt að það sé nú frekar dýrt þegar uppi staðið. Nú árið 2035 þá byrjar Airbus að selja eða leigja flugvélar sem þotur sem taka alfarið fljótandi vetni inn í sig og það eru tæplega 100 manns hjá Airbus í dag sem eru bara að skipuleggja flugvelli heimsins og ræða við flugvallaryfirvöld og aðra hvernig er hægt að koma fyrir fljótandi vetnisbirgðum inn á flugvellina á þessum tíma. Það eru ekki nema 15 ár til 2035 og við vitum að allt tekur þetta tíma og við vitum líka að á meðan að við erum með vetnið að koma inn, þá erum við líka með gamla eldsneytið. Þannig að
og þetta á líka við flutningageirann allan, eins og vöruflutninga, þunga bíla, en léttari bílar þeir verða líklegast á rafmagni. Nú ég ætla aðeins að skýra út af hverju ég meina þorskhaus. Það nú vendilega hjá ykkur víða verið að taka þorskhausana í þurrkun eða flytja þá í þurrkun. Þetta bara ansi stór iðnaður hér á Íslandi, mikið hér á suðvesturhorni landsins, en ég veit ekki hvernig það þarna á Snæfellsnesi. En í okkar huga hjá Eflu þetta áhættusamur bransi. Það og það kemur svona til dæmis í gegnum svona stefnumótunarvinnu, af hverju hættulegt að vera að þurrka hausa til framtíðar eða beingarða. Það vegna þess að aðal kaupandinn af þessari vöru frekar svona þröngt samfélag í Nígeríu. Nígería land sem á barmi nánast borgarastyrjaldar, myndum maður segja. Þar eru herskáar fylkingar, og allt þetta ríki, öll þessa ríkis og kaupkraftur, hann byggir meira að minna á sölu á olíu og gasi. Og þegar að þetta fer, fyrir utan alla spillinguna sem þarna í landinu, þegar þetta og eða viðskiptaheimurinn þarf ekki að þessari vöru að halda, þá líklegt að þeir geti hreinlega illa eða ekki borga fyrir þessa vöru. Þess vegna höfum við verið að tala það við aðila, sveitarfélög og fyrirtæki að fara í það að beita nýrri aðferð eða nýstaflegri aðferð þannig séð sem kallast hydrolysis, en þá verið að leysa upp allan massan eftir að hann hakkaður niður, leysa hann upp með ensímum og vinna úr þessu hráefni sem þarna sést superprótín sem eru á háum verðum og geta nýst mannkyni inn í matvælageirann, en gætu líka nýst inn í fóðurgerð fyrir fiskeldi. Allavega gæðin eru mikil og verðin eru há. Þannig að þetta er í mörg að hyggja þegar að breytingar eru, og vissulega vindorkan að mun breyta miklu á Íslandi, og við munum sjá nýjar afurðir úr sjávarfangi og öllu fiskeldinu. Það eitt sem ég vil líka nefna sem kannski áhugavert að hafa í huga, að fiskeldið í mikilli sókn á Vestfjörðum og Austfjörðum, en það líka mikil uppbygging á fiskeldi á suðvesturhorni landsins, þar sem sjórinn einna heitastur, og þá verið að taka sjóinn inn borholur. Þorlákshöfn, við vorum núna nýlega að hanna svona 5.000 tonna stöð í Vestmannaeyjum, sem núna í umhverfismati, og þarna ekkert því til fyrirstöðu að vera með fiskeldi á landi. Og ég held að það geti líka verið viss tækifæri fyrir Vesturland að vera með fiskeldi á landi. Þið megið ekki vera með það út í sjó, í Breiðafirði eða Faxaflóa, það lög sem banna það út af verndun laxastofnana, en það ekkert að því að vera með þetta upp á landi. Og við höfum verið að fara yfir arðsemis útreikninga á svona starfsemi, og hún virðist bara að vera ágætlega arðsem. Þannig að ég myndi segja að fiskeldi gæti verið áhugaverður vinkill að horfa til, og það þannig séð þakklátt starfsemi, því að mikið af starfsemi í sveitarfélögunum, allan við sjávarstöðin í dag, tengist vinnslu og meðhöndlun á fiski og fiskafurðum. Ég varðandi vetnið og orkuskiptin, því að það nú mikil smábátaútgerð á Snæfellsnesi og eitthvað líka á Akranesi, að það stutt í það að
þessir bátar muni nota verða svona tvinnbátar, þar að segja þeir verði bæði á rafhlöðum og með vetni sem eldsneyti til þess að framleiða raforku borð. Og þá spurningin, á að framleiða vetnið á bryggjukantinum eða á að flytja vetnið að bryggjukantinum frá öðrum stað, miðlægri virkjun sem gæti verið til dæmis vindorkuver. Má alveg hugsa sér það að framleiða vetnisgas frá vindorkuveri á hentugum stað, ykkur staðar á Snæfellsnesi og útvega höfnunum gas undir þrýstingi. Það sem gerist við það það að þá myndi raforkuverðið í raun lækka vegna þess að töluverður hluti af raforkuverðinu liggur í kostnaðinum við að flytja raforkuna með kerfi Landsnets eða dreifi fyrirtækisins, Rarik eða hver sem það nú Þannig að þetta eru breytingar og sveitarfélögin verða að fylgjast vel með þessu. En ég held að hafi staðið til að vera með umræður núna, var það ekki? Í framhaldi af þessu yfirliti mínu. Jú, það rétt af steinn. Við ætluðum að opna fyrir fyrirspurnir og umræður en ég vildi byrja á því að þakka þér kærlega fyrir mjög áhugavert erindi og gott innlegg í þessa fundarröð okkar á Vesturlandi, Vesturland í sókn. Þannig að ég held að við förum bara í það núna, við eigum 25 mínútur eftir af áætluðum fundatíma og við opnum fyrir umræður og ég myndi vilja biðja ykkur að rétta upp hönd og nota hendina á Teams til þess að biðja orðið og eins og ég segja, það ykkur líka velkomið að koma með innlegg í umræðan en líka að beina fyrirspurnum til Hafsteins. Þannig að orðið laust, gjörðu svo vel. Já, Kristinn Jónasson, Snæfellsbæ hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristinn. Já, Hafsteinn, takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Ég þætti gott að því ég hef nú kannski bara ekki verið að fylgjast nógu vel með. Og þú getur aðeins farið betur ofan í þetta varðandi þorskhausan og ensímin og svolítið að tala áðan. Þannig ég náði því alveg örugglega hvað þú varst að tala breytinguna eins og ég alveg sammálaður varðandi markaðssvæði í Nígeríu og svo hvar tækifærin liggi á fleiri sviðum en að þurrka. Það getur aðeins farið betur yfir það fyrir mig. Þannig ég náði því alveg 100%. Já, það er kannski bara í einföldu máli má segja það þannig að hausinn eða bengarinn bara hakkaður niður í smátt og það blandað í þennan graut ensímum og ensímin þau hafa vissan dvalartíma í þessum massa í gegnum framleiðsluna sem verður til þess að prótínið í fiskinum, fiskholdinu, afgangnum sem og í himnum sem þarna, það brotnar niður í smáeindir og síðan í raun verið að taka beinin, það sem eftir að beinunum frá og öðrum úrgangi og þá eftir þetta hreina hvíta duft sem mjög fíngert duft að nánast eins og bara fínt ryk og þetta sem sagt hráefni sem prótínhráefni í til dæmis bara alls konar heilsu, hvað heitir þetta sem að eru að taka inn líkamsræktamenn og íþróttamenn og það búið að búa til heilsudrykk og það veit ekki hvað ekki til og það bara vöxtur í þessu og það vantar heim, það verið að kalla eftir prótínum allan heim, þess vegna fiskeldið í vexti, það vantar prótín á jörðinni í framtíðinni til manneldis. Og þannig að þetta í raun ekkert ósvipað og bara fiskimjölsverksmiðja en ferlin örlítið önnur og það koma ensím þarna inn. Það að fá svona einingar nánast tilbúnar erlendis frá, þær þurfa ekkert að vera stórar. Þær geta verið bara, það klæðskerast niður þær eftir magninu sem kemur og ég var að heyra það bara daginn að nú eru meira að segja togarar farnir að taka hausa og bengarð inn líka
líta á þetta sem bara töluverð verðmæti áður bara þessu hent. Þannig að þetta geti verið vöxtur í þessu. Palli, má ég aðeins fylgja þessu eftir, þannig kannski takk fyrir þetta. Það segir sko, ykkur virkur markaður með þetta í dag? Þú veist, ég að tala ef ég segjum það, ég myndi bara ákveða það að fara í þetta. Er ég klár með það að þetta sé bara eins og ykkur vara sem ég get selt út í búð eða þarf að vinna markað með þetta? Hvernig það? Þekkjurðu það? Ég get nú kannski ekki alveg svara fyrir það, en þeir sem eru að skoða þetta núna hérna á Íslandi, þeir eru nokkuð jákvæður og líta á þetta bara sem mikið tækifæri. En þetta er svolítið fjárfestingar í búnaði. Þetta er eiginlega eins og svona, ef maður fer inn í svona verksmiðju, þá þetta svona eins og að labba inn í mjólkubúð, það er bara allt flísalagt og allt ryðfrítt og svona, já, nánast eins og í lyfjaverksmiðju, getur maður sagt. En enda gæðin, mjög mikilvægt að gæðin séu há og verði þar alveg hátt og ef þetta er gert í heimabyggð en ekki verið að flytja þetta langa leiðir og geyma þetta kannski í sólarhring á okkurum stað áður en það fer á okkurar grindur til þurrkunar af því að það er einhver jarðhiti til. Það er mál sem þarf að skoða verulega og ég myndi allavega hvetja þá sem að eiga þessa vöru að fara að horfa aðeins í kringum sig. Já, takk fyrir svarið Hafsteinn og takk fyrir þitt innlegg Kristinn. En við höldum áfram og orðið er laust, ekki einhver sem með spurningu. Ég sé að það yfir 40 manns á fundinum, þannig að það hljóta einhvers staðar að hafa kviknað spurningar. Ef enginn kemur þá get ég komið með eina, sko. Gjörðu svo vel Hafsteinn. En að því vorum að tala áðan markaðssetninguna, sko. Markaðssetningu sveitarfélaga. Ég spyr mig að því af hverju hefur ekkert sveitarfélag á Vesturlandi haft samband við Eflu og kannað áhuga á því að Efla komi upp starfsemi á Vesturlandi. Við erum allstaðar nema á Vesturlandi og Vestfjörðum og það er eiginlega ekkert annað en bara eitt símtal og þá geti ykkur vinna farið í gang og þó að sé ekki kannski mjög stór vinnustaður en þá eru bara þannig að starfstöðvar okkar á Selfossi og tvær á Austfjörðum og Akureyri, þetta allt saman starfstöðvar með yfir 20 manns í vinnu en byrjuðu bara litlar og við teljum alveg virkilega áhugavert mál að skoða að koma upp starfsemi á svæðinu. Svæðið er stórt og það þarf að greina hvar og hvernig þetta myndi gerast. En ég held að sveitarfélögin eigi kannski að vera svolítið svona meira út á við, í útkiki. Takk fyrir þetta innlegg Hafsteinn. Ég held að þetta er auðvitað ákveðin tækifæri sem þú bendir á þarna og nefnir sérstaklega ykkar fyrirtæki en auðvitað er þetta eitthvað sem við þurfum að vera miklu meira vakandi fyrir að það eru mögulega ýmis fyrirtæki sem sjá sér hag í því að setja upp starfsemi á okkar svæði. Þannig að takk fyrir þetta og nú eru flest sveitarfélögin að koma upp aðstöðu þar sem að fólk sem er að taka sér ýmis verkefni getur líka verið að vinna þannig að innviðirnir er að verða til staðar en eins og þú segir, oft byrjar þetta smátt og vefur síðan upp á sig. En gjörðu svo vel, orðið er laust. Það er enginn sem hefur rétt upp hönd eins og en mér langar kannski aðeins þá koma eina spurningu til þín Hafsteinn. Það er svona ef við horfum á Vesturland þá er auðvitað mikill fjölbreytileiki í atvinnulífinu okkar svæði. Það er mikið varðandi sjávarútveg og þú er komið inn á tækifæri þar en síðan er það auðvitað þessi stóriðja sem er syðst á svæðinu eins og Grundartangi og annað slíkt og þú nefndir aðeins Helguvík í kynningunni þinni. En hvernig sérðu svona svæði þróast í framtíðinni, svona stór iðnaðarsvæði eins og Grundartanga? Sko, við höfum eiginlega hjá Eflu höfum við einnar mestar áhyggjur af því að raforkuverð á Íslandi verði illa samkeppnishæft við raforkuverð víða
víða hérna í kringum okkur. Það svo mikil uppbygging á vindorkuverum bæði sem sagt á landi og svo mikið út í sjó, stórum vindorkugörðum og þeir mun bara stækka og svo núna fljótlega að rísa fyrstu vindorkugarðarnir hérna rétt austan við Ísland við Noreg sem fljótandi og þetta eru svo öflug tæki og framleiðslukostnaðurinn hann reyndar hár í dag, hann mun fara lækkandi alveg eins og í vindorkuverum á landi og við bara með svo litlar orkueiningar hérna. Eina alvöru orkueiningin má segja að sé Kárahnjúkavirkjun. Og kostnaðan við að reka þessar einingar, það mjög dýrt og núna til dæmis hef ég verið að taka þátt í ráðstefnum út af orkuverðum og líka vetnismálum og það svona, menn að spá því að í kringum 2035 þá verði megawattstundin á cirka 8 evrur frá svona stórum alvöru vindorkugörðum. Og það náttúrulega, ef það verður, þá Ísland bara í vandræðum, sko. Og þá skyldi maður horfa aðeins á þessa stóriðu, orkufreku stóriðu, að þá kannski blikur á lofti, sko. En þess vegna þarf að stækka orkukerfi Íslands, það þarf að vera með stærri virkjanir og það gerist bara með vindi. Og það sem ég held að muni gerast á Grundartanga að þar muni rísa vetnisframleiðslu eining og orkan komi frá náttúrulega vindorkunni fyrst og fremst. Flutningskerfið til staðar, lóðir eru til, hafnaraðstaðan fín og ég held að þetta sé mikið framtíðartækifæri fyrir Vesturland. Og síðan það náttúrulega þannig að vindorkan hún náttúrulega breytileg, vindurinn blæs og svo kemur lognið, en það svo áhugavert við vetnisframleiðsluna, hún getur lifað ágætis lífi með þessar sveiflu. Þetta ekki svo álver sem þarf að vera alltaf á fullum afköstum. Þannig að þetta geta verið svona standalone einingar. En ég held að út af því að allir innviðir eru fyrir hendi, þá held ég að, og sterkir innviðir hérna á Grundartanga, þá held ég að svæði verði nú aðlaðandi fyrir orkufreka starfsemi, ætti að vera það, en það þarf að vera vakandi yfir orkuverðunum. Takk fyrir þetta, Hafsteinn. Vífill Karlsson hefur beðið orði. Vífill, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta erindi, Hafsteinn. Ég með 2 spurningar, kannski fyrst. Þú talar vindorkuver mikið og þar liggi tækifærin. Þá kannski fyrst, hefur eitthvað skoða Vesturland? Hvað myndi það henta? Hvar myndi henta að vera með vindorkuver á Vesturlandi ef þú hefur eitthvað kíkt á það? Eða ertu kannski að hugsa frekar orkuver á hafi og þá hvar undan ströndum Vesturlands myndi það henta ef þú hefur eitthvað kíkt á það? Síðan talar ammóníak og vetni sem orkugjafa. Það ammóníak líka framleitt með raforku? Það ein spurningin. Og síðan veit ég að menn hafa líka verið að skoða lífdísil í sambandi við skipin. Eru menn í þínum kreðsum hættir að horfa á það, hafa kannski aldrei hort á það yfirleitt sem möguleika? Og eins í sambandi við vetnisframleiðslu ekki ákveðið orkutap sem verður við það að framleiða vetni úr raforku? Já, takk fyrir þetta, Vífill. Sko, hvar á Vesturlandi, ég hef ekki, eða við höfum ekki verið að skoða það, en við erum að vinna
sem ráðgjafar fyrir fyrirtæki sem eru að byggja þarna eða horfa til framkvæmda þarna í Dölunum. Það mjög gott svæði og stórt svæði, en ef maður horfir svona á veðurlýsingar svona, þá gæti maður nánast fullyrt það að Snæfellsnesið sé ekki sérstaklega góður staður fyrir vindorkuver. Það virðast vera miklir vindstrengir þarna og svona misvindasamt, þannig að það ekki góður staður. En ef maður horfir á allt þetta, öll þessi stóru svæði þarna á Mýrunum, eins og ég myndist á áðan, það áhugavert svæði, myndi ég halda, og væri kannski vert að skoða það eitthvað, en það á vef Veðurstofu Íslands getið þið slegið inn vindatlas, tiltölulega nýkomið þar inn, og þá getið þið séð punkta yfir öllu Íslandi. Það búið að reikna þetta svona gróflega út, og þar getið þið séð kurvur fyrir hvern punkt, og þá sjáum við það bil hvernig landi liggur. Og það allavega góð byrjun að horfa á það, en það tiltölulega fljótlegt að taka þessi gögn og vinna með sérstökum hugbúnaði til þess að komast að því hvort að það sé álitlegt að vera með vindorkuver þarna. Nú varðandi vindorkuver í hafi, þá það mál sem að hefur ekkert verið skoðað hér á Íslandi. Erlendis eru þessi vindorkuver nánast allstaðar staðsett á sendnum botnum. Það að segja, undirstöðurnar eru reknar ofan í sand, og vissulega erum við með sand- og leirbotn hjá okkur í sjónum, en við erum yfirleitt þá komin aðeins fjær, því að það frekar grunnt yfirleitt við landið. En maður gæti alveg velt því fyrir sér, hvort að það sé hægt að vera með vindorkuver, segjum til dæmis á Breiðafirði, þó sé nú allt svakalegt, en af því að það ekkert sérstaklega djúpt og ölduhæð ekki mikil þar, þannig að það gæti verið áhugavert svona bara business case að skoða það bara svona gróft. Þetta áhugaverður staður? En annars get ég ekki sagt mikið um það. Ég þekki aðila sem eru að vinna í vindorkuverum á hafi, og það alveg ótrúlegustu mál sem koma þar upp, og kostnaður mikill. Og svo hefur það verið að gerast ítrekað að túrbínurnar að brenna, og það enginn sem vill tryggja vindorkuver á hafi, þannig að menn að taka þarna töluverða áhættu. Nú varðandi vetni og ammóníak, þá það þannig að ammóníak búið til í ferli sem heitir Haber-Bosch, og þýskt einkaleyfi frá gamalli tíð, og til þess að búa til ammóníak þá þarf vetni og köfnunarefni. Þess vegna byrjað á því að framleiða vetni, og síðan líka verið að splitta andrúmsloftinu upp í köfnunarefni og aðrar lofttegundir, og síðan þessu blandað í reaktor sem að þarf smávegis af orku til að koma efnahvörfunum af stað, en eftir það þarf Haber-Bosch ferlið ekki orku, heldur gefur frá sér varmaorku, og það sem sagt að kæla ferlið. Og ammóníakið sem sagt kemur úr þessu ferli sem gastegund, illa lyktandi eins og við þekkjum, en síðan það sett undir þrýsting, og ammóníak hefur þann kost að við 10 bara þrýsting og stofuhita það í fljótandi formi. Það þarf sem sagt ekki að kæla það. Nú varðandi lífdísilinn, þá höfum við aðeins verið að skoða mál með manni sem heitir Jón Bernótusson og skipaverkfræðingur hjá Samgöngustofu. Hann hefur verið mest að vinna í þessum repjumálum og lífdísilmálum, og það eiginlega, það vissulega hægt að gera þetta, en repjan yrði allavega stærstum hluta að vera innflutt, höldum við, frá Kanada eða Úkraínu. Og það eru víst tækifæri í þessu, því að auka afurðin, hratið, alveg fyrirtaks afurð inn í nautgriparækt eða í landbúnað. En
en það allt sem bendir til þess að þetta þurfa að vera á mjög stórum skala til þess að þetta skili sér og geti verið samkeppnisfært í verðum. En ég veit að það nefnd starfandi núna tækifæri og möguleika varðandi repjurækt. Takk fyrir þetta. Það kannski eitt sem ég ætla að benda ykkur á varðandi vindorkuverin, að flest vindorkuver náttúrulega þurfa, eða öll vindorkuver þurfa viðhald og eftirlit. Og í þessum geira það yfirleitt ekki eigandi vindorkuversins sem að sér þetta. Þetta ný starfsemi sem ekki til á Íslandi. Þannig að þarna eru mjög áhugaverð störf framundan. Ein framhaldsspurning ef ég má. Gjörðu svo vel, Egill. Já, ég þekki reyndar líka til rannsóknar við Háskólann á Akureyri varðandi lífdísil sem eiginlega efnafræðilegt ferli, nánast. Já, ég kannski get ekki sagt nákvæmlega hvernig það fer fram, en Jóhann Örlygsson lífefnaverkfræðingur sem hefur staðið fyrir þeirri rannsókn og ég held að sé nú ekkert mjög flókið ferli, hann kannski bara líkt bruggun nánast eins og áfengi eða eitthvað þess að það, ef ég hef skilið hann rétt. Þannig að það eru þarna einhverju fleiri möguleikar sem hafa ekki verið kannaðir í því, sko. Já, og sko, það bara þannig, ef maður með vetni, ef maður hefur vetni og ef maður hefur kolefni, þá eiginlega getur maður búið til olíu, sko. Það bara þannig. Já, ok. En þú þarft að hafa vetnið. Og þá þarftu rafmagnið. Já. En hvað var þetta ekki? En reyndar, það eru rannsóknir í gangi, það til dæmis verið að skoða örverur sem framleiða vetni, beint. Ok. Það ýmislegt í gangi. Já. Flott, takk fyrir þetta. Já, takk fyrir þitt innlegg í vill og góð svör, Hafsteinn. Það eru 5 mínútur eftir að fundinum. Einhver sem með spurningu sem hann vill koma með svona rétt í lokin? Já, Stefán Kalmansson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, komið þið sæl og kærar þakki fyrir þetta. Mjög fróðlegt allt saman, en kannski bara smá svona álit Hafsteins á tækifærum í ferðaþjónustu sem hefur náttúrulega svona verið kannski fókusröð dálítið mikið á síðustu árin á okkar svæði. Já, sko, ég held að það séu bara alveg stórkostlegir hlutir að gerast á Vesturlandi í því sambandi og þá sérstaklega vil ég nefna þetta menningar tengda að og mikið af góðum sýningum og bara virkilega flott og eflaust hægt að bæta það. Það sem ég myndi kannski helst halda að svona túrisminn breytist aðeins. Því hefur verið spáð svona að það verði til dæmis aukning meðal ferðamanna sem vilja ferðast hægt svona slow tourism. Það að segja ferðamenn sem vilja dvelja á einum stað og fara út frá þeim stað ég vil bara í gönguferðir og náttúru upplifun, ekki vera að keyra alltaf og fara á einhverja staði og eyða eldsneyti og tíma sínum í að keyra. Það er vöxtur í þessu út allan heim og það er virkilega vottar fyrir þessu hér og það er spurning hvort að þarna liggi vannýtt tækifæri. En svo er náttúrulega eitt vannýtt tækifæri í ferðamálaiðnaðinum sem að við vorum nú nemenda frá Háskóla Íslands í svona stúdendaverkefni, ég held að það hafi verið árið 2001, það hét Vannýtt auðlind á Vesturlandi, var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna og var verkefni sem var tilnefnt til verðlauna meira að segja. Fékk reyndar ekki verðlaunin, en það er fjallgarðurinn þarna milli eiginlega við Hítardalinn þar og allt það fjallasvæði milli eiginlega Snæfellsness eða getur maður sagt kannski Hörðurdals og Langadals og svo alveg út af
já, alveg að hvað heitir heitaleinnir og það. Þetta gríðarlega stór flötur og fyrir fólk sem í svona útivist, gönguferðum, fólk gríðarlega mikið verið að labba Ísland og hefur aukist mikið svona skipulega gönguferðir og þetta mjög skemmtilegt svæði að ganga því að þarna til dæmis jarðhiti sem að mætti nýta í alls konar laugum, þarna gríðarlega náttúrufegur, víðsýni yfir af fjöllunum og þessi stúlkan sem vann þetta, hún kom með mjög áhugaverðar tillögur og þetta enda gömul skýrsla en ég held hún standa alveg fyrir sínu. Líka mikil tækifæri í sambandi við reiðleiðir fyrir ferðamenn. Þetta eiginlega svona eins konar hálendi sem þið hafið og það gleymt, þið keyrir alltaf framhjá því. Þetta stór þríhyrningur. Takk fyrir þetta Hafsteinn og bara aðeins til að koma inn í þessa umræðu svokölluðu vatnaleiðin eins og nefnir sem frá Hlíð og getur náð frá Hlíð og alla leið að Bifröst að það vill svo skemmtilega til akkurat bara þessa dagana þessi hugmynd á miklu flugi og áhugavert og skildi koma inn á hana og menn einmitt að nýta sér skýrsluna sem var unnin á sínum tíma og það verið að undirbúa núna að stofna ferðafélag Borgarfjarðar sem verður deilt í ferðafélagi Íslands og þetta verður megin verkefni þeirra að stika og merkja þessa leið og efla og kynna hana. Þannig að bara ánægilegt þú skildi nefna þetta því þetta akkurat bara verkefni sem í gangi og það var fundur, ég held að áhugamennirnir þetta þeir voru að funda með byggðarráði Borgarbyggðar bara núna í febrúar varðandi þetta að koma að þessu stað. Nú það nú aldeilis frábært. En það komið að lokum þessar fundar og ég vil þakka ykkur öllum fundamönnum kærlega fyrir þáttökuna. Við stefnum að því að vera með næsta fund 3. mars og þá verða samgöngumál til umræðu. Sá fundur verður í samstarfi við Samgöngu- og Sveitarstjórnarráðuneytið sem að vinna núna og að undirbúa gerð nýrrar samgönguáætlunar og það sama á við í raun og veru hér á Vesturlandi að við erum að endurskoða samgönguáætlun Vesturlands. Þannig að þetta tvennt fer saman og það verður næsti fundur sem verður 3. mars. Þannig ég hvet ykkur til að taka þátt í honum og hann þá einlega liður í fundarherferð ráðuneytisins vinnu við nýja samgönguáætlun. En eins og ég segi, fundarmenn kærar þakkir fyrir fundin og ykkar þáttöku og ég þakka Hafsteini kærlega fyrir hans kynningu sem var mjög áhugaverð og umræður og annað slíkt. Þannig að Hafsteinn kærar þakkir fyrir þitt framlag til þess að hvetja okkur til að sækja fram á Vesturlandi og ég tala nú ekki þetta sem þú nefndir varðandi þitt fyrirtæki, ég hugsa að það séu margir þegar sestir við tölvun og farnir að senda ykkur póst. En kærar þakkir og fundir hér með slítið. Takk fyrir, sömuleiðis, verið blessuð.